Mánaðarlega eru haldnir háskólatónleikar í hátíðarsal Háskóla Íslands. Miðvikudaginn 17. febrúar spilaði Chalumeau tríóið ásamt Hönnu Dóru Sturludóttur söngkonu. Margrét Jónsdóttir, prófessor við Íslensku menningardeild, sér skipulagningu tónleikana. Hún segir að tilgangur tónleikana sé að bjóða háskólasamfélaginu upp á vandaða tónlist og öllum öðrum sem koma vilji. Aðsóknin sé ágæt en hafi þó farið heldur vaxandi. Viðbrögðin hafi alltaf verið góð en því miður mæti nemendur illa. Erlendu nemendurnir láti þó oft sjá sig. Á tónleikunum var frumflutt nýtt verk eftir Jónas Tómasson. Þetta verk sem var verið að flytja núna, hvað heitir það? Alma Redemptoris Mater, móðir listarans. Þetta Maríuvers frá 11. öld held ég. Já, ég var búinn að semja annað svona Maríuvers, Stabat Mater, fyrir einmitt þessa grúppu sem var frumflutt í nóvember 2014 og að því að það var frumflutt í nóvember en verkið tengist alveg föstudeginum langa, svona vitlausum tíma, þá datt mér í huga að setja saman fyrir þau taka Maríuvers sem að tengist jólunum og ég vissi það að þau myndi ekki flytja fyrir töluvert eftir jól. Það er búið, nú er bara að leita að 3. Maríuversinu til að flytja á vitlausum tíma. Chalumeau tríóið er skipað Ármanni Helgasyni, Kjartani Óskarsyni og Sigurði Ingva Snorrasyni. Hanna Dóra messosópran hefur sungið við mörg helstu óperuhús Þýskalands og hlaut íslensku tónlistarverðlaunin sem söngkona ársins árið 2014.